Ja, Elísa Viðarsdóttir, fyrirliði Vals, Íslandsmeistaratitil í hús, til hamingju, hvernig líður? Mér líður bara ólýsanlega. Þetta var einhvern veginn, við mættum í leikinn frá fyrstu mínútu og alveg ráðnar í því að klára leikinn í dag og það gekk svona ljómandi vel. Tölum aðeins leikinn, þið náttúrulega mætið gríðarlega gíraðir í þetta verkefni og bara hélduð veislu fyrir áhorfendur hérna í kvöld. Já, við spiluðum vel, góða sóknarbolta og vorum þéttir tilbaka og það virkaði skila okkur 6 mörkum. Og við vorum bara, eins og ég sagði áðan, bara staðir ráðnar í því frá upphafi að klára þetta í dag og við gerðum það svo sannlega með stæl. Hlýtur að hafa verið svekkjandi að fá mark á sig þannig að þeirra Arna braut í teiknum. Hlýtur að vera svekkjandi að ná ekki að halda hreinu. Já, það er náttúrulega alltaf bónus þegar mann er að halda hreinu en svona gerist bara af og til og þetta víti, hvort sem það er skóru því eða hvernig sem það er, það skiptir okkur ekki máli upp í staði. Við erum bara gríðarlega sáttir að vera búin að klára titilinn hér en það er nú 2021. En ef við horfum aðeins tilbaka og lítur á tímabili, hvar vinnst þessi titill? Mér finnst hann pínu vinnast þegar við drulluðum upp á bak á móti Breiðablikinn á heimavelli þá einhvern veginn snerum við blaðinu gjörsamlega við og mættum eiginlega, það er okkar seinni hluti í þessu móti að við snerum blaðinu þar við og við höfum aldrei litið tilbaka eftir þá skitu. Aðeins að þér, verður þú áfram í Val eftir tímabili? Er eitthvað búið að setjast niður og ræða það? Það er bara óljóst, ég er samningslaus þannig að það verður bara að fá að koma í ljós. Einhver áhugi erlendis eða ætlar að vera bara hérna heima? Já, maður veit aldrei, ef það er eitthvað spennt sem kemur upp þá skoðum maður það auðvitað en mér líður alveg gríðarlega vel í Val og mjög ánægð hér og ég er að bæta mig hér sem leikmaður þannig að við verðum bara að sjá hvað gerist. Takk fyrir það.